flytja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar eitthvað virðist fjaka mig, þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá eins og losnuð læðingi, lausn í öllu
Kæru vinir, velkomin í Borgarneskirkju á þessum milda og fallega haustdegi. Við skulum hefja stundina á því að merkja okkur kærleika Guðs þegar við signum okkur og við segjum. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefaðu mig rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með vongleði til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpaðu okkur að öðlast trú á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Ég les fyrir okkur úr Davíðssálmum. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum hvíldar, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu, fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen.
Ég les úr fyrra bréfi Páls til Kórinthumanna. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall. Ef þið elskið mig, munuð þið halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara sem verður hjá ykkur að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki né þekkir. Þið þekkið hann því hann er hjá ykkur og verður í ykkur. Ekki mun ég skilja ykkur eftir munaðarlaus. Ég kem til ykkar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þið munu sjá mig, því ég lifi og þið munu lifa. Á þeim degi munu þið skilja að ég er í föður mínum og þið í mér og ég í ykkur. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Heitast þig elskað og fyrirgaf þér.
Það íslenska konan, tákn trúar og vonar, sem hann þér og þér helgar sitt líf. Náð sé með okkur og friður. Jesús segir, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þessi ritningarorð eiga vel við hér í dag, þar sem við erum saman komin til þess að kveðja Ingu Ingólfsdóttur. Orð Jesú tala til okkar, minna okkur á ljósið. Minna okkur á að við munum ekki ganga í myrkri sorgarinnar, því ljósið sem Inga gaf okkur með umhyggjusemi sinni og nærveru skín áfram í minningunum. Inga var sannarlega ljós í lífi fjölskyldu sinnar og ástvina og í dag fær þakklætið að vera í fyrirrúmi. Þakklæti fyrir lífið sem þau fetuðu samferða þessari ljúfu og góðu konu sem Inga var. Inga Ingólfsdóttir fæddist þann 10. júlí árið 1932 í Gilhaga í Hrútafirði. Foreldrar hennar voru Ingólfur Kristinn Jónsson frá Valdasteinsstöðum, fæddur árið 1893 og Anna Sigurjónsdóttir frá Laxárdal, fædd 1900. Inga var yngst 5 alsystkina en þau hétu Sigríður Jóna, fædd 1922, Sigurjón, fæddur 1925, Dagmar, fædd 1926 og Kristjana Halla, fædd 1930. Hálfbróðir þeirra samfeðra var Guðjón, fæddur 1912. Blessuð sé minning þeirra. Fjölskyldan bjó í Gilhaga fram til 1943 en fluttist þá að Prestbakka í sömu sveit. Inga fór í Reykjaskóla og síðar í Húsmæðraskólann á Löngumýri í Skagafirði. Á Löngumýri eignaðist Inga góðar vinkonur sem hún átti gott samband við alla tíð. Þar var mikið sungið og spilað á gítar. Inga var músíkölsk og spilaði gjarnan eftir eyranu. Inga hafði alla tíð unun af tónlist og sönglaði eða hummaði gjarnan þegar hún var að einbeita sér. Það hafa sumir í fjölskyldunni erft frá henni. Inga flutti til Reykjavíkur tvítugt til að vinna á sjúkraheimilinu Sólheimum við Tjarnargötu. Henni líkaði vel að vinna við umönnun og hafði á orði seinna að hana hefði langað til að læra meira því tengdu. Svona er lífið stundum, en eitt er víst og það er að það hefur hentað henni vel að sinna fólki og gefa af sér til þeirra sem þurftu á aðstoð og aðhlynningu að halda. Það hafa sumir í fjölskyldunni erft frá henni. Inga flutti svo á borginni og fékk vinnu í Fornahvammi, en þá var ferðaþjónustan í blóma á þeim stað. Þar var meðal annarra við störf ungu maður að nafni Þorsteinn Valdimarsson. Það fer svo sem engum sögum að tilhuga lífi þeirra, nema að Steini Vald þurfti víst að ganga svolítið á eftir henni Ingu. En það er engin furða að hann hafi fallið fyrir þessari fallegu brosmildu ungu konu. Sjáu bara myndirnar af henni aftan á sálmaskránni. Stór glæsileg. Á endanum hafa þau greinilega fellt hugi saman og sem betur fer. Því þau áttu eftir að feta veginn saman í næstum 50 ár eða þangað til hann lést eftir erfið veikindi árið 2001. Blessuð sé minning hans. Inga stóð eins og klettur við hlið Steina í veikindunum og hlúði að honum af alúð og elsku. Það var alltaf sterkt samband þeirra á milli. Þau báru mikla virðingu hvort fyrir öðru, voru yfirveguð hjón og samstíga. Hjónaband þeirra hefur gefið af sér fjölmarga afkomendur og skrifað fjölskyldusögu sem einkennist af samheldni, glaðværð og hlýju. Þau Steini og Inga eignuðust 4 börn. Elstur er Ingólfur Kristinn, fæddur 1956. Maki hans er Inga Jóna Gísladóttir. Næst elst er Helga Björk, fædd 1961. Sá þriðji í röðinni er Björn Bjarki, fæddur 1968. Maki hans er Guðrún Ólafsdóttir.
Yngstur Valur Rúnar, fæddur 1973. Maki hans Berglind Laxdal. Barnabörnin eru 11 og barnabörnin 7. Þau Steini og Inga hófu sinn búskap í Reykjavík árið 1956, fluttu í Borgarnes 1959 og bjuggu þar síðan. Þau höfðu ekki mikil efni, svona var lífið þá, en það vantaði aldrei neitt. Enda sagði hún einhvern tímann, fólk að tala kreppu, en þið hafið allt. Þetta ekki kreppa. Inga hafði séð tímanna tvenna. Nægjusemi og nýtni var henni í blóð borin. Hún var sjálfstæð og dugleg að bjarga sér. Það hefur hún líklega erft frá mömmu sinni. Inga var heimavinnandi fyrstu árin í Borgarnesi, en eftir að Steini veiktist fyrst af krabbameini upp úr árinu 1980 fór hún að vinna meira úti og vann fulla vinnu þangað til hún varð 67 ára. Á þessum árum upp úr 1980 þegar eldri börnin 2 voru farin að heiman og Steini jafn mikið veikur og raunbar vitni, þá sýndi Inga einu sinni sem oftar úr hverju hún var gerð. Hún gekk til verka og yngri drengirnir fundu ekki miklar breytingar á sínum högum þó faðir þeirra væri mikið veikur, húsmóðirin Inga. Hún vann á ýmsum stöðum, meðal annars hjá Kaupfélagi Borgfirðinga og Hótel Borgarnes. Þar vann hún við þrif og herbyggjum en hafði líka öðrum og mikilvægum hlutverkum að gegna. Kannski án þess að hún sjálf áttaði sig á mikilvægi þeirra. Hótelstjóri þess tíma og vinkona hennar til margra ára, Hafdís Ólafsdóttir, tekur svo til orða. Strax í fyrsta samtali við Ingu áttuðum við okkur á því að þarna var á ferðinni góð og væn kona, hæversk og orðvör. Það var til þess að ég bað Ingu ofta hitta mig til skrafs og ráðagerðar sem reyndist farsæl ákvörðun. Aldrei var Inga stórorðum nokkuð en var oft íhugul og hugsi þegar ég spurði krefjandi spurninga eða bar undir hana hugmyndi mínar að breytingum. Svörin voru oft á þessa leið, já, það ekki gott að segja. Þetta mjög vel skoðandi eða ég vissum að þetta getur virkað vel. Mér læriðist svo með tímanum að lesa betur í svörin hennar Ingu. Með okkur myndaðist trúnaður, traust og gagnkvæm virðing. Inga var dýrmætur leiðbeinandi en ég held að hún hafi aldrei litið á sig sem slíkan, sem hún þó sannarlega var. Hafdís bætir við. Inga var líka skemmtileg. Hún var létt, kát, brosmild með góðan húmor og sá oft spaugilega hliðar á einföldustu uppákomum. Hún laumaði þessu spaugi oft inn í samræður á kaffistofunni við mikla kátínu þeirra sem þar voru. Það var oft gaman hjá þeim Guðnýju Þorgeirs og það léttu hver annarri störfin með góðu glensi. Ég fór stundum upp á ganga og kallaði á þær til að vita hvar þær væru. Þá áttu þeirra til að leggja sig í rúmin þegar þeir heyrðu til mín. Þó Inga inni mikið, þá stoppaði það hana ekki í að sinna öllu hinu. Hún var hörkudugleg og alltaf að. Það var ekki óalgengt þegar heimilisfólki kom heim að búið var að snúa stofunni við. Þegar krakkarnir fóru upp í hesthús með pabba sínum, þá var jafnvel búið að breyta öllu þegar þau komu heim aftur. Eða hún byrjaði allavega. En þurfti stundum aðstoð við að klára verkið. Hafdís hótelstjóri spurði eitt sinn Ingu hvernig það hefði atvikast og hún fór að vinna á hótelinu. Inga sagðist hafa viljað breyta hjá sér einhverju í húsinu, var komin með sleggju og byrjuði að brjóta niður vegg sem átti að víkja. Eitthvað gekk verkið ekki eins og hún vildi, þá sagðist hún hafa sest niður og spurt sjálfa sig hvað hún væri eiginlega að hugsa. Svo ég labbaði bara niður á hótel og sótti vinnu og fékk hana. Og líka iðnaðamann til að brjóta vegginn og klára að gera breytingarnar á húsinu. Ævintýraleg og greinilega mjög ráða góð. Það hafa sumir í fjölskyldunni erft frá henni. Inga var mikil húsmóðir og yndisleg mamma. Það var alltaf verið að baka og elda, drekkutími á hverjum degi og vinir krakkana alltaf velkomin í bæinn. Og þó það hafi örugglega oft verið líf og fjör á heimilinu, þá hækkaði hún aldrei róminn eða skipti skapi. Og segir það líklega allt sem segja þarf að þegar bræður voru eitt sinn að spila fótbolta innandyra og möll brutu stóran og fallegan vasa sem henni hafði nýlega áskotnast, þá skammaði Inga þá næstum því. Málin voru eins og vanalega rædd af yfirvegun og útkljáð á staðnum.
Inga hafði þann einstaka hæfileika að leiðbeina fólkinu sínu án þess að vera með nein læti. Hún gat rétt fólki sitt af næstum án þess að þau tækju eftir því. Hún kenndi þeim mannasiði, að bera virðingu fyrir öðrum og sýna kurteisi og auðmýkt. Það eru gildi sem börnin hennar hafa tekið með sér og kenna nú afkomendum sínum. Gera þar með gildin hennar að gildum fjölskyldunar í heild. Inga var algjör snillingur í höndunum og þó hún væri í fullri vinnu var hún líka alltaf að sauma. Hún var mikill hönnuður, krakkarnir voru meira og minna í heimasaumuðu og það kom sér vel að geta pantað föt eftir nýjustu tísku straumum. Þegar allir voru í Adidas-göllum þá saumaði Inga bara einn skalla. Það voru saumuð jakkaföt, frakkar og bara nefndu það. Það áttu til dæmis á tímabili allir krakkar að vera í hvítum stuttbuxum í leikfimi. Þannig stuttbuxur voru auðvitað ekki til í Borgarnesi, en þá fór okkar kona bara og keypti efni, saumaði svo á son sinn og fleiri stráka í bekknum. Hún gat allt sem hún ætlaði sér. Faldaði til dæmis sjálf gardínurnar í herbygginu sínu í Brákarhlíð. Inga prjónaði líka mikið, var til dæmis nýbúin að prjóna peysur á litlu langömmubörnin sín. Hún var að því nú í sumar. Hún var yfirleitt með eitthvað á prjónunum og eiga flestir afkomendur hennar fallegar flíkur eða skrautmuni eftir hana. Hversu dýrmætt að skilja eftir sig allar þessar dýrmætu minningar og allar þessar fallegu og vönduðu handavinnu. Eins lifir baksturinn hennar Ingu áfram í uppskriftum sem hún lætur eftir sig. Þó bragðið sé örugglega ekki alveg eins og hjá mömmu, þá er ómetanlegt að geta gætt sér á vínabrauði eða karamellutertu að hætti Ingu og látið hugan reika liðna tíð og ljúfa daga. Þó Inga hafi búið í Borgarnesi í rúm 60 ár, þá bar hún alltaf sterkar taugar í Hrútafjörðinn. Eins og þau systkini skrifa svo fallega í sálmaskrána, þá var í hennar huga alltaf logn í Hrútafirði. Þar var fjölskyldan ekki alltaf sammála, sérstaklega þeir sem fannst allt vera best í Stafholtstungum og Þverárhlíðinni. En árið 2011 fór stórfjölskyldan í ferðalag saman og var gist á Borðeyri í 2 nætur. Ingu hafði dreymt að fara í svona ferð með fjölskyldunni og allt var eins og best ákosið þessa daga. Svo fallegt var umhverfið sem ættmóðurinni var svo kært að einhver úr hópi barnabarnana töluðu að setjast þarna að. Veðrið var yndislegt og það stóð heima. Fjörðurinn var spegilsléttur. Inga Ingólfs, hæglát eins og hún var, horfði út á sjóinn og sagði svo: "Ég var búin að segja ykkur þetta." Inga stóð þétt við bakið á börnunum sínum og var stolt af þeim. Hún hugsaði vel sitt fólk og fylgdist vel með hvað allir voru að fást við í sínu lífi. Barnabörnin og barnabarnabörnin voru í miklu uppáhaldi og áttu hvert sinn sérstaka stað í hjarta ömmu sinnar og langömmu. Hún átti sterkt samband við barnabörnin og hringdi reglulega í þau til að taka stöðuna og ræða málin. Hún átti gott með að umgangast yngra fólk, hafði gaman á úlingum og spekuleraði mikið með þeim. Það var ekki að sjá eða heyra að hún væri komin yfir nírætt. Hún var alltaf stelpuleg, bæði í fasi og hugsun. Frægt þegar Inga kom fyrst inn á Brákarhlíð, þá hafði einn heimilismaður á orði: "Er hún Inga Ingólfs að vinna hérna?" Inga bjó í Brákarhlíð undanfarin 4 ár og fór vel hana þar. Þrátt fyrir að vera komin í hjólastól undir það síðasta og líkaminn orðin lúinn, þá var hún alltaf að. Hún naut þess að hafa fólki sitt í kringum sig, tók langömmubörnin í fangið og aðstoðaði þau í föt og skó, var ekki lengi að finna veitingar handa öllum. Það breyttist ekkert í gegnum tíðina. Það fór engin svangur frá Ingu Ingólfs. Hún kvartaði aldrei þó heilsan væri farin að bregðast henni, var alltaf að hugsa aðra. Enda lýsa barnabörnin henni svona: "Inga amma var einstök. Þegar maður hugsa til hennar kemur kærleikur fyrst upp í hugan. Hlýjan frá henni var óendanleg og henni leið best þegar hún vissi að allir væru frískir á öruggum stað og allt gengi vel. Amma var einstaklega næm, oft þurfti ekkert að segja við hana ef eitthvað bjátaði á. Hún bara fann það á sér. Hún náði með nærveru sinni að róa allar taugar.
Þegar ég hugsa ömmu þá hugsa ég hversu skemmtileg hún var og hvað hún gat verið mikill prakkari. Hvað var gaman að koma í heimsókn til hennar og spila, spjalla, lita eða leika sér í skóginum. Það var alltaf nóg að gera, þó það væri yfirleitt engin dagskrá eða neitt sérstakt sem þurfti að gera. Heldur var mikilvægast bara að vera. En hún var alltaf til í ævintýri með okkur, gerði allt fyrir fólkið sitt. Já, Inga hugsaði vel sína. Fólkinu hennar þótti gott að leita til hennar eða vantaði aðstoð eða ráð. Það var hægt að leita til Ingu með allt. Hún var ráðagóð, róleg, umhyggjusöm og góðhjörtuð. Hún hafði góða nærveru, var hlý, næm og gaf mikið af sér. Ég held að myndin af henni framan á sálmaskránni segi meira en öll þau orð sem ég hef sagt hér í dag. Þar skín þessi hlýja í gegn og umvefur okkur sem eftir sitjum. Góðu vinir, það er á svona dögum sem við erum minnt á að tíminn er takmörkuð auðlind. Inga lést þriðjudaginn 27. september síðastliðinn, 91 árs, vafin kærleika fólksins síns og tilbúin að kveðja. En þó hún hafi hvatt þessa jarðvist er eitt víst og það er að Inga lifir áfram í ykkur öllum og birtist okkur reglulega. Í sólinni sem vermir vangan, í spegilsléttum Hrútafirði, tifi í prjónum, ilminum af nýbakaðri karamellutertu, brosi barnabarns, töktum og tilsvörum sem hún notaði eða öðrum minningum sem þið geymið í hjörtum ykkar. Það er dýrmætt hvað fjölskyldan á margar sögur af Ingu. Með sögunum lifir hún nefnilega áfram. Þið skulu vera duglega að tala hana og segja sögur af henni. Minningarnar hana munu aldrei gleymast. Við kveðjum Ingu héðan frá Borgarneskirkju í dag, en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæra móður, tengdamóður, ömmu, langömmu og vinkonu í arma miskunnar Guðs. Guð varðveiti útgöngu hennar héðan í frá og að eilífu. Guð gæti þín og geymi í friði sínum Inga Ingólfsdóttir. Og finna
Við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð, fyrir ljósi sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Ingu Ingólfsdóttur. Við þökkum allt það góða og fallega sem hún gaf okkur með lífi sínu. Helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hennar, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tíma. Í Jesú nafni. Amen. Allar bænir felum við í þeirri bæn sem Guð hefur kennt og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Við skulum rísa úr sætum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú blessaða nafni. Amen.